Við lítum í heimsókn í Fellaskóla í Fellabæ og hittum þar fyrir Sverri Gestsson. Saga Sverris í Fellaskóla er löng, eða 30 ár. Hann hóf störf sem kennari og vann sem slíkur í 7 ár áður en hann tók við skólastjórastöðunni sem hann hefur sinnt í 23 ár samfellt. Nú er hins vegar komið að tímamótum í lífi hans og í starfsemi skólans þar sem hann lætur af störfum núna í haust. En ef við byrjum á byrjuninni, hvernig æxlaðist það að Sverrir, sem er fæddur og uppalinn í Reykjavík, endar í kennslu austur á landi? Það var nú eiginlega meira fyrir tilviljun svona að maður fór inn í kennslu. Það var ekki beint það að maður verið búinn að ákveða það snemma. En alveg frá því ég var í grunnskóla sjálfur þá fannst mér kennsla vera alltaf spennandi og ég tók einhvern veginn ástfóstri við kennara sem ég fannst vera svona góður. Maður var ekkert alltaf kannski stiltur. Ég skal alveg gangast við því að það kom fyrir að maður tók þátt í einhverjum skammastrikum og eitthvað svoleiðis. Og mér fannst viðbrögð kennaranna vera svo misjöfn. Sumir tóku á þessu bara harkalega og eftir reglum og svoleiðis, meðan aðrir þeir einhvern veginn sýndu þessu meiri skilning og náðu betur til manns fyrir vikið. Og þannig að, en síðan lá leiðin í kennaraskólann og eftir kennaraskólann þá var ég að vinna á dagheimilinu Lyngási og var þar í 4 ár. En þá stóðu málin þannig að mig og kona mína, Ástu María Hjaltadóttur, sem er þroskaþjálfi og sérkennari og starfar reyndar hérna við skólann ennþá, að við leigðum í höfuðborginni og við stóðum frammi fyrir því að átt að selja íbúðina sem við leigðum. Síðan hafði ég ekki starfað við kennslu og langaði til þess og svo langaði okkur líka að prófa að búa út á landi. Og niðurstaðan var svo að við komum og réðum okkur yfir veturinn og hér erum við enn þann dag í dag. Finnst Sverri mikið hafa breyst í kennslu á þessum 30 árum? Já, þetta er heilmikil breyting. Þegar ég byrja þá eru skólarnir ennþá hjá ríkinu. Þeir eru náttúrulega fæst í sveitarfélaginu, það er kannski formlega breytingin. Í rauninni þá hefur inntækið og margt af því sem er verið að gera, það hefur breyst mjög mikið. En samt finnst mér full ástæða til að nefna það, eða það er bara mín skoðun, að þó að margt hafi breyst í kringum okkur og í svona umhverfi skólana, að þá finnst mér að krakkarnir hafi í rauninni ekki breyst. Og það sé í rauninni ósköp svipa sem að krakkar þurfa og sækist eftir í dag, ekkert síður heldur en fyrir 30 árum eða 100 árum eða 200 árum eða út í það er farið. Og það er það að hafa möguleikann á því að læra, að sjálfsögðu. En oft snýst þetta bara að ást og umhyggju og að finna þessum breyst og fleira í þeim dúr. Mér finnst mannlegt eðli í rauninni ekkert hafa breyst neitt á þessum tíma, ég skal segja. Á veggnum fyrir framan skrifstofu Sverris má finna ýmislegt forvitnilegt. Þar á meðal upplýsingar uppáhaldsbók Sverris, Ævintýradalinn eftir Enid Blyton. Þar hangir sömuleiðis gjöf frá nemanda sem hann útskýrði aðeins fyrir okkur. Þetta er aftur, þetta fekk ég gefið, það var nemandi sem gaf mér þetta í skólasetningu einu sinni. Og yfirleitt þá er það nú ég sem ákveð hvernig ég er á daginn, sko. Ég er mjög oft hikandi. En það sem hefur komið mest á óvart er það að þetta er búið að vera hérna í fjöldamörg ár og það sem kemur á óvart er það að þetta stendur daufur. Já. En það sem kemur á óvart er það að ennþá hefur enginn breytt F-inu í eð, þannig að hann væri daufur. Við kíktum út í sólina á þessum fagra vordegi og fengum Sverri til að segja okkur frá einkunnarorðum skólans. Við höfum verið með einkunnarorð sem mennt er máttur ef þú ert sáttur. Og þau má rekja til nemanda sem var í fyrsta skipti sem var 10. bekkur hérna, það var vorið 1996. Og ef ég man þetta rétt, þá ég man nú ekki af hvaða tilefni ég kom hingað út og stóð hérna og það voru krakkar í 10. bekk sem stóðu hérna líka. Og ég var eitthvað blaðskellandi, svona mennt er máttur og eitthvað svoleiðis. Og þá allt í einu bætir stúlka í 10. bekk því við ef þú ert sáttur. Og ég fór að hugsa þetta, við fórum að spjalla aðeins þetta
og þá kom í ljós að sko mennt kannski bara máttur ef þú ert sáttur og þar birtist ákveðin forgangsröðun sko. Fyrst verður krökkum að líða bærilega áður heldur en að hægt að fara að byggja ofan á það og læra. Sem betur fer þá náttúrulega kannski í mörgum tilfellum og fleiri heldur en færri þar sem að allt í góðu lagi og mönnum líður bærilega og þá náttúrulega fer áherslan yfir á lærdóm og menntun en í sumum tilfellum verður bara að byrja á þessum grunni. Það ekkert hægt að stytta sér leið fram hjá því svo vel síðan. Þú ert sáttur? Já, ég bara mjög sáttur og já, gaman að líta yfir farið með þessi 30 ár og ég hætti sáttur. Við óskum Sverri góðs gengis í hverju því sem hann tekur sér fyrir hendur.